Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Hefur eitthvað fundið fyrir svona auknum rasisma á Íslandi? Já, ég myndi nú segja það. Er það? Já. Í þínu svona umhverfi? Já. Og hvernig birtist það svona? Það er bara varðandi útlendinga hérna á Íslandi. Og hvernig finnst þér fólk meira að fara að leyfa sig bara að svona tjá það? Nei, fólki finnst, Íslendingum finnst svona útlendingarnir fá meiri aðstoð og hinir sitja eftir. Eins og ég til dæmis ég að bíða eftir íbúð og flutningi hjá félagsbústöðum og það alltaf verið að segja við mig að það var sagt tíma við mig á Úkraínu, fólki gengi fyrir og svoleiðis, þannig að þannig að maður finnur alveg, sumir verða reiðir og svona. Já, þannig að... En nú segja margir að þetta sé svona ekki eiginlega sanngjarnt og það sé eiginlega ekkert alveg rétt hagfræðilega að stilla þessu svona upp að þetta sé samkeppni, Það sé eiginlega kannski bara vitlaust að vera að láta þá sem að bíða við, segja þeim að það sé einhver aðrir sem ganga fyrir. Þetta sé ekki bein samkeppni, svona, ég hef heyrt það. Já. Við eigum alveg servitt. Eins og þau, Já. Ég veit manneskur sem eru bara húsnæðislaus og svoleiðis búa einu öðrum og þannig að ég veit ekki. En væri ekki rétt að beina frekar spjótum að þá þeim sem að eiga nóskiluru og gefa það báðum hópunum? Finnst þér það ekki, eða? Jú, þetta. Jú. En þú finnur aðalega fyrir rasisma kennslu, en þetta er... Það finnst fólk oft blóta og svoleiðis útlendingunum. Já. Og þar sem að ég bý, ég bý hjá félagsbústöðum í Bjarg. Já. Það er mikið á útlendingum. Þetta er allt útlendingar í kringum mig. Já. Þeir búa þar. Já. Þannig að svo veit ég manneskju sem er búin að bíða í 3 ár og það er verið að taka þá fram yfir. Og hún, þá að vera að koma röðin að henni. Þannig að það er alveg, það er ekki bara að tala þetta. Nei. Við erum að sjá það, En finnst þér rétt að kalla þetta rasisma eða er þetta eitthvað annars bara? Fólk verður á mótið. Já, það verður illt út í þetta fólk. Þannig að, af hverju þau fá þetta allt. En hefur þú einhverja vonda reynslu af nágrönnum þínu þannig séð að þú getur sagt að það sé eitthvað... Mér finnst eitt að vera á móti því að þau fái framgang en að vera á móti þeim að því að þau eru ekki Íslendingar. Er það ekki svolítið annað? Jú, en þetta er bara það sem maður heyrir en þetta er ekki allt góðir nágrannar. Nei. Þannig að ég hef alveg reynslu af því líka. Þannig að það er alveg fylgir þessu mikil drykkja og sóðaskapur. Þannig að, og ég hef til dæmis svona rætt við þau en þau taka því ekki, þú veist. Eins og einn nágranni með hund og bara hann skýtur út allt og það er margar búið að tala við. Þannig að ég veit ekki. Svona. En finnst þér þetta ekki svona, þú getur ekki alveg svona frjálslega að tala þetta? Finnst þér þetta er svona erfitt mál að tala þetta? Já, af því maður vill ekkert vera á móti þessu fólki. Nei. Og svona, en ég hef aldrei verið á móti en svo fer maður að vera reiður. Já. Ok. Þannig að það er svona... Lendir í því. Já. Kæra þakkir fyrir að tala. Við erum aðeins að spekula, hefur þú eitthvað fundið fyrir svona eins og auknum rasisma á Íslandi? Og hvernig myndir þú eiginlega skilgreina rasisma kannski, eða? Það er svona auknum. Ég sjálf, nei, ég hef ekki fundið rasisma og við erum að vinna á stað sem að koma mjög mikið af fólki bara allstaðar á heiminu og nei, það er ekki verið rasismi þar, nei, þá reynum við að taka á móti sína öllum sem koma. Okay. En annars staðar finnst þér í svona umræðinu almennt, það er dálítið talað það að svona fólk sé fara að finna aftur fyrir því? Það sé eins og einhver hafi gefið leyfi á að tala illa eða eins og við vorum að heyra hérna
að raunverulega þessum kannski hópum sem eiga sárast að þeim sé allt saman og upplifið þá í samkeppni? Sko, vinir mínir sem eru dökkir og hörund, þeir hafa fundið fyrir því og sérstaklega unga fólki sem talar íslensku og vill að þú tali við það á íslensku, að því sumir hafa talað það að þeim sem ekki gefið færi á að, eða þeim sem heilsa til dæmis ekki á íslensku og það finnst þeir vera rasismi, já. Það fá ekki svona eins eiginlega framkomu sambærilega. Já, af því þeir eru dökkir og hörund. Þannig að ég er alltaf vön að þá heilsa bara á íslensku til að gefa fólki þá tækifæri til að svara ef það tala íslensku. Já. En finnst þér, ég er ekki að hugsa, nú erum við með einhvern svona hreinræktaðan hund, heldur þú að sé einhver hugmynd þannig gamaldags á Íslandi lifi eftir að húsinum einhvern hinn hreinræktaði Íslanding, sko, svona, að það sé eitthvað jákvætt, sko? En hann var þetta líka piltur í 2 ár, sko? Já. Sko, hugsalega hjá eldri kynslóðinni, en unga kynslóðin sem er hérna á Íslandi, hún er svo víðförul. Og þekkir heiminn svo vel, þannig að ég held að við þurfum ekki að hafa ágjörð því. Það væri kannski þá langelsta kynslóðin sem að myndi, af því að mér finnst unga fólki okkar vera svo víðsýnt og svona jákvætt og það hefur farið svo víða og verið sjálft útlendingar í hérna vísvegar heiminn, þannig að þau komum með þá reynslu heim að það er ekki allir eins. Já, það er nú gott. En einu auka spurning, hefur þú áhyggjur af Grænlandi og grænlendingum og af Íslandi í sömu stöðu? Að Ísland verði hernumu kannski? Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér. Ég tel að þessi orðræða sem er núna í gangi hjá ákveðnum einstaklingi sem við báðum vitum hver að það sé bara tilhugalífið núna sé bara hann er að tilhugalífið núna en síðan fá hann að að reyna það á sínu einskinni að það er ekki allir sem eru, það er ekki allir já-menn hans í kringum hann. Og ég held að okkar ég hef mikla trú á þessum ungu konum, bæði Mette Frederiksen og hann Þorgerði, sem eru okkar utanríkisráðherra, ég held hún standi alveg lappirnar. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.